þá til lækning. Vodka. Julius! Þetta ógeðslegt. Oj! Could you imagine a beer perfume? Allt bara eitthvað marijuana. Það einhver. Ég hata tequila! Thank you. Snikkingin í vann. Komið sæl, kæru vinir. Í dag ætla ég að blanda smá Captain Morgan, sem fyrir þá sem vita ekki er nefnt eftir Henry Morgan, sem var sjóræningi uppi á 17. öld. Nema, hann var ekki sjóræningi í eiginlegum skilningi mannsins af því að hann var verktaki hjá bresku krúnunni og þurfti að borga skatt af öllu því sem hann rændi af spænskum skipum. 17. öld meikaði mjög mikið sens. Byrjum á því að prófa eitt skot. Já, eins og þið sjáið, þá er þetta ekki fyrsti Captain Morganin sem ég drekk ævina. Ég reyndar ekkert rosalega mikill rommaður en miklu meira fyrir rom heldur en til dæmis whisky. Þetta er actually mjög góða drykkur til þess að taka með sér í hálendisferðir. Tjána ekki með veðrið verið slæmt og það voru kannski rigning og rok, það er mjög gott að vera með smá Captain Morgan í pela og svona aðeins að hita sig upp. Ó já. Þetta er unaðslegur skotdrykkur. Hann er sætur og heitur en svona hreinsar manna innan. Man finnst manni virkilega lifna við því að drekka þetta, en þetta er samt ekki þannig að það sé bara bruni. Maður virkilega nýtir þess að drekka þetta. En við ætlum líka að blanda smá. Fyrsti drykkur kvöldsins er í boði Örnu sem gat því miður ekki verið hér í dag og þurfum að freista myndbandur 2 daga. Sorry Arna. Allavega, hver kannast ekki Captain Coke? Gerist ekki meira basic en það, right? Blöndum eins og þess. Allir náttúrulega bara blanda Captain Coke eftir sínum smekk, sko. Eða sínum hlutvöldum sem sagt. Sem þið vilja hafa hann sterkari eða vilja hafa hann veikari. Ég persónulega kýs yfirleitt að hafa Captain Coke frekar sterkan. En þetta er svona miðlungs núna. Já. Er þetta að lýsa Captain Coke samt nákvæmlega? Þetta er svona, þetta er svona smá Coke áferð en alls ekkert Coke bragð. En heldur ekkert Captain Morgan bara er þannig sagt. Þetta bara svona skapar sinn eigin drykk einhvern veginn. Svona vægur Pepsi Kingur einhvern veginn aðeins en ok, ég veit það hljóta örugglega allir hérna að þekkja Captain Coke þannig að núna skulum við pröfa eitthvað aðeins nýtt. Red Bull og Captain Morgan. Ég þarf að veðja að ég hef alltaf pantað mér þetta mjög oft. Ég þarf að veðja að þetta sé ekki að fyrsta sinn sem nokkrum er dottið það í hug. Red Bull og Captain er alveg ágætt. Það er svona, til að byrja með skemmtilegt á litin vegna þess að það verður svona þetta var aðeins sterkast sko, þetta er næstum eins og whisky með gosi í einhvern veginn á litin. Þannig að ég fíla þetta. Mæli með að hafa þetta með klökum. Það kemur best út þannig. Svona er þetta ekki alveg jafn spes, þetta er núna bara eins og eitthvað get illa skapaður orkudrykkur með einhverju orku í. Nei, ég blandaði það litlu út í þetta, ég finn ekkert fyrir kafteinu, sko. Bara aðeins meira alltaf. Gefur sér smá kikk, sko. Já, svona á að gera þetta. Gott að hafa alls ekki meira en 3/4 hluta Red Bull, sko. Þá ertu með rétt hlutvöll.
Ok. Sjá, hvað blöndum við fleira? Ok, brugðum annan orkudrykk. Magic. Oh, by the way. Ég veit ég í gos- og orkudrykkjabindindi en halló, ég verð að blanda myndböndin mín með einhverju. Svo veit ég öll að þið eru með eitthvað cheat day ef þið eru í megrun. Ef þið eru í megrun, þú veist, ég veit að þið fáðu ykkur öll hamborgaratilboð sunnudum eða eitthvað. Hann er með alla í megrun. Try to deny it. By the way, ég samt actually búinn að missa 3 kíló út af því að það er hættur að drekka orkudrykki og gos. Just flexing, you know. Já, sýndu þeim bumbuna. Gefum smá pose hérna. Yeah, lady. Ég hatt að slöktu allir á myndbandinu. Subscriber countið fyrir orðið. Núna getum við byrjað að tala leynisamsærun okkar fyrst enginn að horfa á myndbandið núna. Já, nákvæmlega. Veit ekki, það er mjög gott eftirbragð, svona ávaxtakennt magic eftirbragð, en ég veit ekki, þetta er ekki þægilegt í munninum, þetta er undarleg blanda, vægast sagt. Ég veit ekki, ég mæli með þessu en samt ekki. Að þetta, ég veit ekki að orða það, þetta er ekki gott á bragðið, en það er ógeðslega næs að drekka þetta. Ef það make sense. Já, þetta er mjög juicy, sko. Holy shit, ég vona ég hafið séð með nóg fyrir allt myndbandið. Ok, blanda minnisskammta. Ok, ég er að blanda eina blöndu, svo kannski fá Júlíus okkur eitthvað smá pásu af því ég er ekki búinn að svitna smá við þetta. Just lightweight. Afsakið. Reyndar, ég teki eftir því, fuck you Júlíus. Ég teki eftir því, já, hérna er ég með Egils límonaði. Ég býst því að hvaða límonaði sem er, bara ok. Allavega, það er eitthvað við rom sem veldur því að maður svona svitnar, segjum ég væri núna að nota alltaf með tindavodka. Ég myndi örugglega verða fullur jafnhratt, en ég myndi ekki svitna jafn mikið. Það er eitthvað við, sko, rommið. Og ég held að það sé svona með viski líka, að það fer einhvern veginn á greiðari leið í líkamanum inn í svitan á manni. Þannig að þú ert svona að svitna út áfenginu miklu meira en með öðrum tegundum áfengis. Þess vegna hef ég líka heyrt að það sé miklu sterkari áfengislykt af alkóhól sem drekka mikið viski eða rom. Þetta er bara það sem ég hef heyrt, en þannig að það er eitthvað svona það er eitthvað rommið fer einhvern veginn út húðina, basically. Þetta er drullu gott. Sko límonaði með Captain Morgan, já, ég er að fíla þetta í drasl, sko. Ekki æla. Nei, þetta weird. Það er eins og gósi breytist í froðu í munna mér meðan ég var að ropa. Og himnaðir. Ég hef aldrei lent í þessu. What the fuck? Hvað var þetta? Ok, ég þarf aðeins að þrífa froðu úr yfirskegginu, þannig að við komum aftur í 10 mínútur. Hvað er þetta að taka upp? Ok. Heiðu, þá er bara næsta blanda. Monster Assault. Vinur minn Hilmar sagði mér að það væri ógeðslega gott að blanda Monster... Ok, Hilmar, var það ekki alveg örugglega Monster Assault? Að ég nefndi ekki að fara niður gegnum allt Facebook-chatið og til að sjá... Ég minni sterklega að það er einhvern tíð sagt að Monster Assault og Captain Morgan var ekki vel blandað saman, þannig að... Ok, til að byrja með... Ég vissi ekki að Monster Assault liti út eins og Pepsi. Hvernig bragðast þetta Monster Assault? Þetta er actually frekar juicy orkudrykkur. Og já, þið sjáu, ég er ekki að fylla glasið eins og aðan að því ég fattaði allt henni
Já, ég náttúrulega ekki að hella mig fullan í partí, ég náttúrulega að, þú veist, reyna bara að fá smakka af þessu öllu til þess að þið getið síðan blanda ykkur full-size drykk í partíum, þannig að ég þarf ekki að verða að hella þér á hálftíma eins og ég verð oft eftir þessi myndbönd. Hella þér á hálftíma, þetta verður trademarkið mitt. Hella þér á hálftíma. Þetta er spes, sko, þetta er... Ég veit ekki, þetta er kannski aðeins svo sterkt, ég hugsa að vera aðeins meiri monsterasort. Jú, þetta er fínt. Svona, passið já, hafa ekki of mikið af, af Captain Morgan. Að því að það svona, það bætir ekki bragðið fyrir þetta, en þetta er annars heldur góð blanda og góð partydrykkur. Og ef þetta er orkudrykkur þá örugglega kemur þetta manni í mjög gott stuð, sko. Aðeins að laga skeggið. Heyrðu, hvað er þá eftir? Dr. Pepper. Ég þarf að veðja á þetta eftir að góð blanda. Þannig ég ætla að nota þetta fucking æðislega glas sem að er nú geðveikt fitugt þegar ég spá í því. Ég hefði kannski átt að þrífa það betur fyrir myndbandið. Sorry. En já, hvað með því líður? Tada, má ég kynna fyrir ykkur innhverfa vínglasið. Fuck já. Man ekki hvað ég keypti það, hvort ég fekk það gefins, en sem það ég fengið það gefins. Bara einn ókostur við það glas, hvað var það blöndun. Þetta er næstum, nei, þetta er að blanda sagt og hægt. Maður þarf aðeins að láta það bíða til að drykkinn blandist annað, annars ertu með bara áfengi hérna og þessi restina í þeppi. En ég hef trú á þessu. Ég hef sjaldan orðið fyrir vonbrigðum því ég blanda Dr. Pepper í eitthvað. Fuck já, þetta er gott. Dr. Pepper og Captain Morgan, þú veist. Captain Pepper. Þetta er alveglega góða drykkur. Ok. Ég fyrir að 2 glös eftir til að pröfa 2 nýja hluti. Hérna er orkudrykkur sem að ég keypti í Iceland sem að ég smakkaði fyrst skipti bara helgina. Hann heitir Mati Health Energy. Þetta er svona ávaxta orkudrykkur. Það er virkilega mikið, hann er svolítið eins og ávaxta safi, sko. Einn og sér er hann ekki góður, en þetta er frekar fín blöndunadrykkur ef ég komist að. Mér minnir einmitt að við blönduðum smá Captain Morgan í þetta hérna sem var helgina. Ég og Arna og Július. Og svona ákváðum aðeins sletta á okkur klaufunum, sko. Július, hvað er svona vandræðilegur á svipinn að það? Já, þú sagðist alltaf að blanda þér svona lítið og það bara cool. Þetta er ekkert lítið fyrir minn standard. I'm a big strong man, I require big strong drinks of alcohol. Já, eftir 2 drykki, ég er svo sveittur maður. Ég er svo fólk fullur maður. En þetta er ágætt. Mjög ávaxtakennt, en finnst það þurfi meiri Morgan í þetta. Come on, man. Veistu, þetta er ekki það gott í spáði. Mér fannst það gott helgin, en kannski að ég var þegar búinn að drekka svolítið mikið, þannig ég var bara svona, who cares, sko. Svona, þú veist, eins og ég veist ekki einhvern tímann orðið það fullur að mér fannst þetta brennivín blanda við vatn vera acceptable blanda, þannig að þetta er bara, líka þessi orkudrykkur er fucking viðbjóðslegur, bara að segja eins og er. Þú bara þarft að blanda áfengi við hann bara til þess að geta komið honum niður, sko.
Ok, við erum eftir að pröfa eitt enn og mér rámar ég hafi heyrt að Captain Morgan í appelsínusafa væri gott. Þegar ég pæli í því, kannski var verið að tala um appelsínusafa og guð má vita hvað. Appelsín. Appelsínusafi og appelsín. Þannig að klárum bara Captain Morgan flöskuna. Hvað, er þetta alveg eitt skot eða? Myndur þú segja? Nei, það er svona 2,5 kannski. Nei, þetta er ekki 2,5, þetta er ok. aðeins meira eitt skot. Ok. Get wrecked, son. Know your proportions, son. Ég var bara að spyrja. Okay. En getur við kannski klippt inn hérna hvernig er eitt flaska nú því ég byrjaði að drekka? Og nú er hún svona. Oh, it's like magic. Ég ætla núna í lok ágúst í ár, þá verða orðin 10 ár síðan ég datt í það í fyrst skipti. Þannig að komið svolítið mikla reynslu á löngum tíma. 10 ár, þetta er langur tími, sko. Kannski meiri safa. Það málið. Nei, þetta er, ég finn eitthvað bara safabragðið, sko. Já, ok. Þetta var svona píkundrykkur eða? Já, þetta er eiginlega bara sóun á Captain Morgan af því að ég finnst, þetta er bara eins og óvenju súr appelsínusafi. Svona slightly fermented safi svona. Já, akkurat. Þú veist, ef þið er að blanda ykkur út í appelsínusafa, þú veist, við erum með Sprite og vodka eða bara vodka, þú veist. Captain Morgan, það er eiginlega bara sóun að þið gæti verið að blanda svo miklu betur hlutum í hann eins og Coke eða Já, Turbo Classic, nei. Ég ætla ekki eftir, bara eiginlega áhundófið mér þarna. Það er að ræna hann frá þér. Subscribe to my channel, not his, please. Ertu með channel? Nei, ég reyndar ekki. Ok, þú ert orðin eina partur af mínu, þannig. Já, nákvæmlega. En ok, þetta var sem sagt Captain Morgan og ég held ég hafi coverið á svona helsta sem að fólk yfirleitt blandar út í þetta. Ef ég hef gleymt einhverju mikilvægu, endilega skrifa í komment af því að ég hef heyrt mjög marga mismunandi hluti sem fólk blandar út í það. Ég get örugglega ekki að covera þetta allt í einu myndbandi en ég langar að heyra eitthvað tillögur. Jæja, Júlíus, erum við ekki góður að þig? Fara þér í bæ og verða hella þér? Gaur, það er, þú veist, mánudagur, klukkan er fucking 7, sko. Þú veist, come on, man. Já, einmitt. Ok, ég fer kannski ekki niður í bæ í kvöld, ég ætla samt að fara fucking hella þér í kvöld. Like and subscribe og við sjáumst í næsta myndbandi. Ef að þú ert hrifinn af Captain Morgan vil ég gjarnan benda á að ég hef þegar blandað nokkuð með Captaini áður í myndböndum númer 16 og 17. Með því að ýta á rammana fyrir neðan opnast nýr gluggi með viðkomandi myndbandi. Njóttu vel!